Og það sem gerist þess að núna, ég meit og af hverju ég nýjára netur aftur náttúrulega þegar að ég fæ þetta þess að Dalvík að fara í svo myndana og allar svo að fara að vinna með stígamótum. Þannig ég bara ekkert andlega, ég ekkert andlega tilbúin í það. Þetta bara það mikið áfall og ég fyrir bara að drekka og ætla að drekka í kvöld og Það eru 2 vikur. Það eru 2 vikur, já, sem ég bara reyndi að vera ekki til. Gleyma þér. Og þarna, ég verði rosalega örvæntingafull, ég verði mjög örvæntingafull og ég man sko að ég rankaði þessum við mér skilur og ég bara þessi tími farinn og ég svo hrædd og þú veist, og eitthvað ég náði aldrei, ég náði ekki að komast á áfallinu, það spilast aftur og aftur, þannig ég var alltaf að drekka mig óminn, bara svo ég geti sofið bara, þú veist, og ég var alltaf bara vonast að vakna ekki aftur, sko, þetta var svo ótrúlega vont, það var svo ógeðslega vont og það var ekki bara þetta, sko, þú veist, fyrra haust eitthvað tíma þá einmitt reyndi vini mínir einmitt að láta sjálfræðisvifta mig, og léti sjálfræðisvifta mig því ég var nú svo rugluð, sko, þú veist, og þá tók ég mig á í eitthvað tíma, þú veist, og það var samt ekkert svona, sko. Nei. Þú veist, og fekk ekki hjálp, þú veist, ég gekk bara veggi, bara í hálft ár. Já. Já, þess vegna talaði ég líka á þessu fundi fyrir samtök aðstandið og fíknisjúkara. Var það... Þú getur reynd að setja það líka bara við tengilinn. Já. Já, endilega. Já. En var það þá í heilbrigðiskerfinu sem gerst á veggi, geðheilbrigðiskerfinu og já, og ég starfsmaður spítala, sko, og náttúrulega, þú veist, og því ég byrja að leita mig hjálpa, það er áður en ég fara að leita að deyfa mig, sko, og þá er sagt mig, og það er áður en neyslan byrja, sko, ég byrja náttúrulega að leita mig hjálpar, og þarna, og það er alveg, já, núna er þetta bara komið gott, sko, við erum bara eiga átt stóra og mikla áfallasögu, sögur vanrækslu, láti flytja, já, við viljum að setja þunglindis og kvíða meðferð heimið. Svo fikk ég bara synjun. Og svo ekkert svarað, svo mér sagt, farið bara til heilsugæslunnar. Og ég samtlaði heilsugæsluna og það bara tæplega áspið. Og þegar maður í vanlíðan, maður veit ekki, og þarna ekki eins og fann að horfast í augu við áfallið, að það sem gerist í rauninni það að ég var alltaf, mér fyrir að líða verð og þá fyrir maður að leita sig eitthvað leið til að deyfa sig. Já. Og þá bara, og þetta verður bara svo bolti, og hann ringsnýst, sko, og þetta verður bara verra. Og þú veist, sem endar, já, þú veist, byrjaði náttúrulega fyrst þannig eins og með þessi geðrofi þarna í haust, sko, og það er ég bara sendt heim. Já, þar sem ég var kurteis og kom vel fyrir að það fannst ég var kurteis, kom vel fyrir og var vel máli færin, fannst ekki ástæð til að halda mig lengur. Það var ég búin að geða til 5 tíma og ekki búin að hitta lækni. Þannig að Hættu nú alveg. Já, varst í 5 tíma og þau mátu það sem svo? Ég svaf, já, ég var náttúrulega stakka á Reykjavík og það var 3 lögreglu mig 6 lögreglu þjónar kallar út aukalega meðan áttur kom mér í bæinn. Við erum konið í bæinn 5, þar sem 11 mér sagt að ég þurfi ekki að vera lengur og bara aflétta neðan gæstunni. Og þá byrjaði fyrst algjör vonleysi. Þannig lögregla margoft búin að koma heim, vini mínir margoft búin að hringja, þau búin að koma, mamma eins besta vina mín búin að koma, þú veist, og ég bara grátandi í gólfinu, mér langaði bara að deyja, ég bara, það er eina, og ég vissi aldrei af hverju mér liði svona ógeðslega og það var alltaf bara, já, ég drekk, og núna veit ég, jú, ég er alkoholisti, en ég var að drekka, en þú veist, það var ekki út í að drekka, ég var að drekka út þegar ég var með svo svaklegt áfall á bakinu, og það er stóra málið, af hverju ég drakk, það er ekki bara það ég sé alkoholisti, heldur þessi flótti frá sjálfri mér sem, þú veist, og svo einmitt, svo náttúrulega var ég náttúrulega í vinnu, þú veist, og ég drakk aldrei í vinnu og var aldrei, og mætti ekki þunni í vinnu, þú veist, náði alltaf, þú veist, en þú veist, og alltaf var ég að reyna að standa mig, sko, og þetta er alltaf svona 1 kvöld, 1 nótt, bara mjög slæm nótt, sko, og alltaf fór þetta fyrir hann við settum við ljótt skilabóð, bara já, þú veist, og eitthvað, og svo er alltaf að enda ég á einmitt þess að bara allt í enn bara 2 vikur komnar og ég sit þarna ennþá og ég fer á Facebook og ég sendi manninu sem er bak við hann að lífið á biðlista, maður sem þekki ekki neitt og ég sendi honum skilaboð
og ég held alltaf að ég semt hjálpaði mér en það var bara eitthvað mjög óskiljanlegt og hann horfði svona á þetta og ég held hún sé að biðja mig að hjálpa sér og skrifar vantaði hjálp og ég segi já og hann byrjum númerið mitt og morgunin eftir mánudaginn 18. mars þá er 2 stelpur búin að hafa samband, 3 stelpur samband og ég fer á fund. Þarna ákvað ég að veitra sjálfa mig. Mjög góð hugmynd eftir þennan tíma. Og ég fer á fund og ég titraði skalf og ég var ekki búin að borða neitt alla mánuðin, bara búin að og man allan neitt og því að mér langaði bara, ég bara, ég gat ekki verið til. Ég bara, það er eins og þess að 2 vikur hafa bara ekki verið til, sko. Ég man ekki svona eftir að vera að panta mér áfengi eða neitt, bara, ég gat ekki verið til. Það var svo vont að vera í þessu áfalli og vera bara stöðugt með þessu kvikmynd og bara í sársakanum og bara, og ekki bara það, heldur bara svona orðin sem hann sagt, bara ég elska þig, þú ert besti vinur minn, ég reyngið, og vera svona, elskar, og hugsanar, kemur svona fram með eitthvað sem hann elskar, kemur svona fram með bestu vinur sína, horfum maður á, vera þegar maður bestu vinur sínum, horfum maður á þegar vera að býta þá, nauðga maður bestu vinur sínum, allt þetta, og þetta var bara svo, þetta var svo vont, það var svo ótrúlega vont, að eina sem ég vildi gera var bara að sofa, og ég bara á saman staðnum, bara í sófanum, bara sofandi bara, það var bara, þetta var skelfilegt, og fyrsta nótti var hræðileg, og þarna ég svo oft búin að fara upp á spítala, alltaf sent heim, bæðið mitt búin að fara í ettrú, undir áhrifum, lögreglan búin að koma og lögreglan búin að, lögreglan stóð eitthvað fyrir framlækna og þeir bara, hún að deyja. Þetta er 7. úkalli hjá okkur til hennar bara í vikunni. Þeir bara, þeir voru alveg bara ótrúlega, lögreglan var ótrúlega gott skilið.